Í dag vorum við að undirrita viljayfirlýsingu eða samstarfsyfirlýsingu milli Landspítala, fagráðs Landspítala og læknafélagsins, þá bæði formanns læknafélagsins og formanns sjúkrahúslækna þróun og innleiðingu starfsáætlunar lækna. Það hafa til dæmis að mati okkar lækna og okkar í læknafélaginu ekki verið til starfslýsingar sem að halda nógu vel utan starf lækna á spítalanum hingað til. Og þetta svona vilji til þess að búa til betri ramma til að skilgreina betur sérhæfð verkefni og þá aðalega sérfræðilækna og tímann sem fer í þau og tímann sem fer í önnur verkefni og hvernig við getum, eins og ég segi, skipulagt starf hvers og eins þannig að hans sérþekking nýtist sem best en hann eða hún fái líka tækifæri til starfsþróunar og það sé í rauninni tími sem verndaður inni í vinnuskipulaginu þannig að þó að álagið sé aukið að maður nái samt að sinna sínu vísindastarfi, sinni símenntun og svo framvegis. Þú getur skipulagt kennslu, önnur verkefni og það sé svona eins og maður kallar in harmony við það sem hin á þínu sviði sé að gera. Það sem kannski hefur vantað í dag er svona fyrirsjáanleika. Þú mætir í vinnuna og þú veist kannski ekki alltaf frá degi til dags hvaða verkefni þú ert að fara að sinna og hvort þú ert að fara að sinna þeim verkefni sem þú ert kannski best fallin til að sinna. Af því það vantar á þessa línu og það vantar á þessa línu og þá þarf bara að raða niður mannskapnum og það þarf bara að klára daginn. Við þurfum að skilgreina hvað eðlilegt vinnuframlag og hvert eðlilegt vinnuálag lækna hver hlutverk þeirra og ábyrgð eru í vinnunni og svo hvernig við getum dreift þess á milli okkar. Að maður geti í rauninni nýtt hvern og einn þannig að hann ná að einbeita sér og nýta sína sérþekkingu á fókusarri hátt á hverjum tíma og að það sé þá líka ákveðin stjórn á álaginu. Og þá ef það of álag eða of mörg verkefni á einhverju einingu þá komi það líka í ljós að við séum eitthvað kerfi þarna sem gerir þessi atriði mælanleg. Ef að skipulagið ekki eins og það verður best ákosið að þá þetta óreiða og það held ég furðu stór hluti af álaginu sem við finnum fyrir í vinnunni. Ég hef trú að það geti hjálpað geysilega mikið til og ég held að geti aukið starfsánægjuna og líka aukið bara að við gerum það sem við erum best í og þjóni sjúklingnum sem best. Því að kröfurnar eru orðnar miklu meiri frá samfélaginu, frá sjúklingnum. Við getum gert svo miklu meira í dag. Tækninni fleygir fram og við þurfum líka tíma sem sérfræðingar og bara sem læknar líka sem að mennta sig að halda okkur við í faginu. Það hluti af þessari vinnu að vera í samvinnu við sérfræðinga hópana, hverja fyrir sig, hverri sérgrein að þau þá skilgreini sína vinnu og sín verkefni og svona sinn fókus hvert og eitt og þetta sé í góðu samráði við þau. Og læknafélagið kemur að þessari vinnu líka og mun hafa, sína rödd og þá með starfsumhverfi lækna fyrir augum að verja það og að það sé þá ekki verið að í rauninni leggja ofurálag heldur á með þessum hætti. Þannig að eins og ef vel tekst til þá held ég þetta sé bara tímamót. Ég tel að ef við færum inn í þetta nýja skipulag sem þarf talsverða þróun, að það verði bara mikið fagnaðarefni fyrir fólki á gólfinu, fyrir lækna á gólfinu.